Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú þorrinn handan við hornið en alveg útséð með að það verður kannski ekki eins mörg þorrablót og í venjulegu árferði og þá þarf bara að bregðast við því og Bautinn sannarlega að gera það því að þeir ætla að bjóða upp á svona þorrabakka sem fólk getur tekið með heim og Einar Gauti, kokkur á Bautann, vertu velkominn. Takk. Þú með svona þorrabakka hérna. Já, hérna ég með brothæði besta. Já. Einmitt, ég nefnilega teka fram strax, ég ekkert mesti þorramatsmaðurinn en þetta glæsilegur bakki enga síður sko, hvað þetta svona helst sem þið eru að bjóða upp á? Það helsta sem við erum að bjóða upp á hérna, það súrt slátur, súr lifrapylsa, súrir hrútspungar, súr sviðasulta, nýsviðasulta, hangikjöt, saltkjöt og hákall. Og hákall, já. Það svona brothæði besta sem við erum með hérna. Já. Síðan tók ég með til skemmtunar súra bringukollur og súra lundabakka. Það svona eitt af mínu uppáhaldi en ég veit að hérna það ekkert allir hrifnir af því. Nei, það svona fyrir lengra komið. Já. Já, einmitt. Sko, verður maður ekki að smakka eitthvað að þessu? Jú. En það ekki rétt hjá mér að þú veist að það ekkert mikið hefðbundin þorrablót? Nei, það bara vegna fjöldatakmarkana þá hefur ekki verið bara hægt að halda þorrablót. Þess vegna bjóðum við upp á þessa bakka og við vorum með jólin, þá vorum við einmitt með jólabakka í take-away líka. Já. Einmitt. Þannig að það komin reynsla á þessa svona bakka menningu. Já. Einmitt. Þetta bara mjög gott. Svona fikra mig að harðari efnunum. Já. Getum orðað að það svona mana mig upp í það að prófa þetta. Já, merkilegt. Ég var ekki prófað svona súra lifrapylsu áður. Nei. Og þetta náttúrulega bara geymslu aðferð með því að súsa matvæli. Þetta náttúrulega bara geymslu aðferð. Þetta náttúrulega fyrir þann tíma sem að ískápan komið. Þannig að þetta... Já. Og það svolítið fyndið í rauninni í nútímanum þegar við höfum þessar geymslu aðferðir. Nýju geymslu aðferðirnar að við séum samt svona bara heiðra minningu forfeður okkar kannski með því að leggja þetta á okkur að borða þennan mat. Já. En svo kannski einmitt, þetta náttúrulega þetta bara svona órjúfanlegur partur af þessum árstíma fyrir mjög marga. Já, þetta náttúrulega bara menning sem að hefur haldist ár og ævi. Já, heldur betur. Á ég að þora í hrútspungana. Guð minn góður, ég veit ekki hvar þetta endar. Ég tek einn bita. Þetta verður... Já. Einmitt. Já, algjörlega. Þetta sannarlega eitthvað sem við lifað með þjóðinni aldir. Já. Það vantar ekki, sko. Býtu, nú ég búinn með þetta var... Þetta var nýsviðasulta. Nýsviðasultar, súra lifrapylsur og hrútspungarnir. Og þá þetta næsta... Súr sviðasulta. Súr sviðasulta. Já, hér. Þetta verður meira hardcore. Svo ég leyfi mér að sletta. Já, akkurat. Ég bara aldrei smakkað meiri hlutana þessu, það náttúrulega bara landráð að viðurkenna það. Hafi ekki gert svo frægur eða lagst svo lágt eftir hvað fólki finnst Ég var að hugsa að segja áður við tókum þetta innslag að ég væri að taka þátt í veganúar bara þannig að ég hefði afsökun fyrir að smakka ekki. En þetta náttúrulega alveg 100% keto-vænt. Já, fyrir þá sem eru keto þá þetta náttúrulega alveg borðleggjandi. Algjörlega. Og svo þetta náttúrulega bara hangikjöt hérna. Já. Ég get nú alveg skrifað upp á það. Já. Bara á þess að smakka. Það sé gott og gilt, mann búinn að borða nóga því jólin og svona, það fær aldrei nóga hangikjöti. Nei, og með þessu fylgir síðan rófustappa uppstúfa kartöflur. Já. Þannig þetta í raun og veru fullbúið máltíð. Það eina sem þarf að gera, það að hita rófustöppuna, uppstúfuna kartöflunar og hitt kemur bara skorið í bakka.
Já. Þannig að fólk, það er meira sem fylgir, náttúrulega. Og svo er það saltkjötið. Já. Það er náttúrulega ómissandi partur af þessu líka. Já, við erum ekki neinum vandræði með það. Og og það hefur náttúrulega verið skrítið að í þessu árferði væntanlega samt að þessi bakkamenning, þó að þessi náttúrulega bara vottur það bregðast við aðstæðum og bara svona lipurð í þjónustu, að þá hlýtur það samt að vera tölvöld skrítið að það sé meira selt af bökkum en að fólk komi í hús. Jú, það er náttúrulega bara eins og gengur og gerist, maður þarf að bregðast við hvernig aðstæður eru í þjóðfélaginu og vinna sér bara með því. Akkurat, láta það ekkert stoppa sig. En nú er það eina sem við hefum eftir hérna er þetta sem að það væri í uppáhaldi hjá þér. Já. Þetta fyrir lengra kona. Það er annars vegar lundabaggarnir, er það ekki? Jú, lundabaggar og bringukollur. Og bringukollur, einmitt. Og hvort er hvað? Þetta hérna eru lundabaggarnir? Þetta eru lundabaggarnir. Einmitt. Ég bara læt vaða. Já, ég er sennilega bara lengra komin en ég hélt. Já. Þetta er allavega, ég var búinn að ímynda mér að þetta yrði eitthvað allt annað. Þetta er náttúrulega bara upprúllað lambakjöt sem er lagt í súr. Já. Þetta er ekkert flóknara en það? Nei, minnir mig held bara á svona, á rullupilsu Já. eitthvað svoleiðis. Það er, og svo er þetta hérna, á það síðasta. Það er bringukollan. Það er bringukollan. Og það er nákvæmlega sama nema hún er talsvert feitari og það er bein með. Já, ég finn það hérna. Ég kannski borða það ekki. Já. Það ég haldi. Þetta er alveg ljómandi gott bara. Og svo er náttúrulega hákallinn. Verði ég ekki að smakka hann líka fyrst ég er komin á staði þetta? Jú, hann er náttúrulega ómissandi. Já, þú segir það, ég veit ekki alveg. Við erum náttúrulega alltaf sagt ferðamönnum það líka svona í gegnum tíðina að hann sé ómissandi. Já. Ég hef, mér hefur fundist ómissandi að missa af honum yfirleitt. Nú, ég ætla að finna henni eitthvað sem er ekki of stór. Það vantar bara brennivínið. Það myndi svo sannarlega gera þetta bærilegra að borða. En þetta er þannig að fólk veit allavega að það getur pantað svona bakka hjá okkur á bautanum. Svona ef það er ekki með 20 manna þorrablót. Já, það er svo sem ekkert mál að græja bakka fyrir 20 manns ef því er að skipta? Já. Nei, einmitt, því að nú er náttúrulega búið að færa takmarkarnar upp í 20, þannig að það er hægt að hafa lítil þorrablót. Já. Og svona innan skynsamlegra marka, þó að þríeyki segja það sem ekki tilefni til veislu halda þannig, en innan svona þessara öruggu kúla á með sóttvarnir í fyrirrúmi, þá er ekkert að því. Það er mér það bara frábært að vita af þessum möguleika því að þorrinn er náttúrulega handa við hornið, bóndadagurinn bara fer alveg að bresta og þið byrjið að bjóða upp á þetta þá, er það ekki? Jú, við byrjum að bjóða þetta upp á bóndadaginn sem er í næstu viku, föstudaginn næstu viku. Föstudaginn næstu viku, einmitt, þetta er bara slétta viku, frábært. Þannig að bara gangi ykkur vel með þetta og takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir mig.